hans framlag til þessarar upphafsgreinar stjórnarskrárinnar ef að verður. Ég held ég verði að biðja hann að koma þessum drögum til okkar í gegnum netið, sem að ég veit að ekki mikið mál fyrir Örn, þannig að við getum svona hort á þetta. Vek jafnframt athygli á því, bæði vegna ummæla Arnar Bárðar og annars sem hér hefur framkomið í dag, að nú er komið nýr kafli í okkar starf. Nú hefst undirbúningur að frumvarpi til nýrra stjórnskipunarlaga sem okkur var falið að semja. Það er eitt af hlutverkum stjórnar að vinna það frumvarp úr því áfangaskjali sem nú liggur fyrir. Eitt af því sem þarf þá að taka ákvörðun og getur ekki dregist mjög lengi, það er aðfararorðin og hvernig þau skulu líta út og hvort þau yfirleitt eiga að vera, og það er mjög gott að fá þetta innlegg hér á þessu stigi í það mál. Við þurfum líka að velta fyrir okkur hvernig við förum með það sem nú er í áfangaskjalinu raun og veru með tveimur valkostum. Það er þetta sem við varum að fjalla um stöðu ráðherra. Ég held að það sé rétt að gera ráð fyrir því ef að því er ekki andmælt að stjórnin hafi heimild til þess að taka ákvörðun með hvaða hætti það mál verður afgreitt í frumvarpinu sem lagt verður fram. Vek jafnframt athygli á því að við gerum ráð fyrir því að á morgun höldum við svona spjallfundum stöðu mála og það sem við sjáum fyrir okkur svona núna næstu daga. Ég bið ykkur þess svona að vera vakandi yfir tímasetningu þess fundar. Hún hefur ekki alveg verið fast mótuð en verður gert á stjórnarfundi hér á eftir. Í því sambandi vil ég líka nefna það sem að hér er þó margfram komið, að það er svona ákveðin tvískilningur í skjalinu eins og það er núna áfangaskjalinu varðandi dómarana, og ég veit ekki, Pavel, hvort þú vilt aðeins tjá þig um stöðu þess máls. Gjörðu svo vel, Pavel. Já, það hefur náttúrulega komið fram hér að það hefur verið á tveimur stöðum fjallað með ólíkum hætti skipan dómara. Ég ræddi það við nokkra í hádeginu með hvað hætti því skildi bregðast. Nú C-nefnd var með þetta mál á sinni könnu, þar að segja bæði skipan dómsvaldsins og skipan dómara. Ég hef ekki fengið það einhverja ótvíræði svör frá, ég lít svo ekki á að ég hafi fullt umboð C-nefndar til þess að leggja fram breytingatillögu í nafni C-nefndar til þess að fella burt aðra málsgrein 5. greinar í kafla dómsvald. Nú óskið fundur þess, þá er sjálfsagt að ég leggi þá tillögu fram í mínu nafni og teki verið afstæð til hennar, og það er þá fyrsta breytingatillagan sem er lögð fram í nafni eins þingfulltrúa, því ég myndi ekki treysta mig til að bera hana fram í nafni nefndar. En það þyrfti auðvitað að gerast með afbrigðum. Mér sýnist kannski að ef að fundurinn hefur ekki á móti því að stjórnin taki ákvörðunum meðferðina á stöðu ráðherra, þá fá hún líka heimild til þess auðvitað í samráði við C-nefnd að taka ákvörðunum hvernig verður farið með þetta mál. Og ég bið þá sem eru andvígir þessu að stjórnin sé nú að reyna að ná undir sig meiri og meiri völdum að mótmæla nú eða ekki. Það koma ekki fram nein mótmæli, þannig að ég lít svo á að þetta sé eitt af hlutverkum stjórnar í tengslum við framlagningu á frumvarpinu sem unnið á áfangaskjalinu að ganga frá þessum tveimur þáttum að sjálfsögðu í samráði við þá sem þarna eiga mestan hlut að máli. Þá er það svo að þó að það sé nú í raun og veru ekki með formlegum hætti hægt að vísa breytingartillögum til nefnda,
Það verða nú svo að á fundinum í gær bárust fjölmargar tillögur sem að fara að sjálfsögðu þá til vinnslu eftir fyrri umræðu frumvarpið, og ég held að það sé rétt að ég lesi upp þær tillögur sem að bókaðar hafi verið eins og menn geti fylgst með því að þeirra tillögur hafi þá örugglega komið á rétta leið, og þær tillögur sem að hér eru bókaðar eru eftirfarandi. Til A-nefndar, breytingartillaga við ákvæði 25. greinar í kafla mannréttindi, flutningsmaður Katrín Fjellsteð. Breytingartillaga við ákvæði 7. greinar í kafla mannréttindi, flutningsmaður Gísli Tryggvason. Til B-nefndar, breytingartillaga við ákvæði 3. málsgreinar 3. greinar í kafla ráðherra og ríkisstjórn, fjallar fjölda ráðherra, flutningsmenn Eiríkur Bergmann Einarsson og Gísli Tryggvason. Breytingartillaga við ákvæði 2. málsgreinar 12. greinar kafla störf Alþingis, fjallar að jafnræði sem gert við samráð á undirbúningsstigi löggjafar, flutningsmaður Gísli Tryggvason. Breytingartillaga við ákvæðum eignir og skuldbindingar ríkisins í kafla störf Alþingis, fjallar hert ákvæðum ríkisábyrgð, flutningsmenn Andrés Magnússon, Arnfríður Guðmundsdóttir, Örn Bárður Jónsson, Gísli Tryggvason, Illugi Jökulsson, Katrín Oddsdóttir, Lýður Árnason, Pétur Gunnlaugsson og Þorvaldur Gylfason. Breytingartillaga við ákvæði 16. og 17. greinar í kafla störf Alþingis, fjallar skipan skattamála og eignir og skuldbindingar ríkisins. Breytingartillagan einnig 3. greinar kafla ráðherra og ríkisstjórn, fjallar stjórnarmyndun, og einnig fjallar tillagan 1. grein í kafla stjórnsýslu og eftirlit, fjallar skipan embættismanna. Flutningsmaður Andrés Magnússon. Breytingartillaga við ákvæði 14. greinar í kafla störf Alþingis, fjallar málskotsrið Alþingis, flutningsmenn Katrín Oddsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Til C-nefndar, breytingartillaga við ákvæði 2. greinar í kafla kosningar til Alþingis og alþingismenn, fjallar styrki til stjórnmálasamtaka, flutningsmenn Andrés Magnússon, Arnfríður Guðmundsdóttir, Örn Bárður Jónsson, Gísli Tryggvason, Illugi Jökulsson, Katrín Oddsdóttir, Lýður Árnason, Pétur Gunnlaugsson og Þorvaldur Gylfason. Breytingartillaga við ákvæði 1. greinar í kafla kosningar til Alþingis og alþingismenn, fjallar fjölda alþingismanna, flutningsmenn Erlingur Sigurðarson, Illugi Jökulsson, Lýður Árnason, Pétur Gunnlaugsson, Katrín Oddsdóttir, Örn Bárður Jónsson. Breytingartillaga við kafla kosningar til Alþingis og alþingismenn, fjallar slembi úrtak og auða kjörseðla, flutningsmenn Andrés Magnússon og Lýður Árnason. Breytingartillaga við kafla kosningar til Alþingis og alþingismenn, auðir kjörseðlar, flutningsmaður Dögg Harðardóttir, og breytingartillaga við kafla kosningar til Alþingis og alþingismenn, fjallar fjölda alþingismanna, flutningsmenn Þorkell Helgason og Þorvaldur Gylfason. Þetta eru þær tillögur sem skráðar hafa verið inn og þið hafið samband við nefndarsviðið ef eitthvað skortir á að breytingartillögur hafi verið skráðar. Þá er það næsta að Lýður Árnason hefur óskað eftir því að lyfta aðeins húmornum, og þó húmornin sé nú góður þá má alltaf lagan, gera svo vel.